One með lagið Why Am I The One. Klukkan orðin 4 á þessum fallega miðvikudegi. Og hann rúmlega fallegur, sólin skín í heiði, 11 stiga hiti og 3. apríl. Og eins og alla miðvikudag, þá hann mættur innan til mín. Sólskinsbarnið sem á vel við á þessum degi. Það Pétur Jón Sigfússon, vertu velkominn. Já, komdu nú sæll og blessaður og komið öll sæll og blessuð þið hlustendur nær og fjær hvar sem á landinu. Já, takk fyrir að stilla inn. Takk fyrir að stilla inn. Takk fyrir að kynna mig svona fallega inn. Já, það líka sko, sem ég elska við. Þú ert mættur hérna núna. Þú ert í grænum buxum sem eru bara ógeðslega flottar. Það ekkert allir sem geta verið í grænum buxum. Þú getur það. Það ekkert allir sem geta borið það. Nei, og þessi skyrta, hún öskra sömmer. Bara beint í andlitið á mér. Já, það eru hellingur að litum í henni og það einhvern veginn, maður fyrir bara í sólskinskap að hafa hérna. Þetta svona vorið, sko. Já, þú ert líka mikið sumabarn. Já, alveg gríðalegt sumabarn. Já, þú blómstrar á sumrin. Ég búin að hlakka til í allan vetur að hafa sumarið, sko. Ég búin að telja niður, sko. Og eins og ég talaði í þessu þætti, ég nota svona sálfræði við þetta. Já. Þú veist að janúar var fáránlega snöggur að liða. Já, reyndar. Þetta er allt búið að vera mjög fljótt að liða, sko. Já, og það reyndar hjálpar mikið, það ekki búið að vera mikill snjóþungi hérna fyrir sunnan allavega. Nei, þetta er búið að voða þægilegt einhvern veginn. Við fengum með lengan vetur, sko. Já, og alla páskarrétt, ekki að neinu viti. Nei, það var bara fínast að vera. Það var alltaf sól páskana og maður var bara alltaf í fílinga einhvern veginn. Það gæti komið páskarrétt seinna, sann. Já, þetta ekki komið bara? Já, 12 stiga hiti núna og ég held að sé bara það að fara að koma sumar. Gæti dottið inn einhver svakalegu eitthvað kuldatímabil allt í henni. Ég ætla að vona sér ekki að jinxa eitthvað, en ég held ekki. Tölum ekki meira það. Við erum hér með ykkur til 6 í dag. Klukkan er 4. Já, hún er 4 núna. Já, vá, hvað væri samt gaman að við værum bara að ljúka okkur af nú en klukkan 4. Já, eða það væri samt svolítið erfitt, við værum frá 4 til 4. Nei, ég er að tala um að við höfum byrjað 2, sko. Já. Það myndi henda mér betur. Að vera frá 24? Já. Á okkur hendar það betur. Þannig að þá er maður búið að miklu skikkanlegri tíma, sko. Já, ok. Hvað var yfirleitt að ljúka vinnudegi 4-5? Já, hvað verður það að fara að gera núna? Já, erum maður bara að fara heim og kannski að koma við í kjötbúðinu og kaupa eitthvað gott á grillinu. Já, ég minna, ef þú ert búinn 6, klukkan hvað viltu borða? 5? Það er miklu betra. Þú getur hendur í kjötbúðina klukkan. Já, miklu gáðulega að borða svona 5:30, 6, heldur en klukkan 7:30. Nei, maður á að borða 6:30. Ívar Guðmunds talar um að maður er að borða kvöldbandinn fyrir heldur en setna, sko. Það er bara því að hann sér ekki á klukkunni, sko. Já, en fyrir utan, hann er samt hefur rosa mikið vita á svona. Já, ég reyndar. Hvernig maður á að borða á svona. Ævar Kjell Mönnsson veit reyndar alveg hvað hann er að tala um. Hann er líka alltaf vaknað 6 á morgnana. Ert þú í því líka eða? Já. Hann er mættur í World Class klukkan 5:30. Já, það er reyndar eitthvað sem ég hef ekki gert. Nei. Aldrei komið í World Class. Hvað segirðu? Hefur aldrei komið í World Class? Ekki svo í muninni. Jú, reyndar eitthvað tíma þegar við vorum að gera áskorun eða eitthvað. Ætlaði þú ekki að fara í eitthvað engaþjálfun hjá Agli? Að fara í fjarþjálfun? Já, það er bara okkar tímar passa bara engan veginn saman. Nei, ok. Þegar hann getur verið með mér, þá get ég ekki verið með hon. Nei, ég skilji. Þannig að hann þarf aðeins að taka til hjá sér, held ég. Já, og þess að ég er búinn að vera miklu lengur í þessum bransa heldur en hann. Nei, nákvæmlega. Ég er eldri og gáðari. Já. Mér finnst að hann er að sýna mér þá tilhlýðilegu virðingu að taka til og rýma til hjá sér. Já, hann þarf líka bara að taka til hjá sér, þessi drengur. Er það ekki? Komið tíma á það? Það held ég, en það er veisla hér hjá okkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum í nýjan dagskrárlið og sem heitir að láta skella á sig. Það er einhver veislan. Við ætlum í vonda atið, Sturla staðrendir á sínum stað, Unnur Eggerts kemur hingað á eftir og keppir við okkur í karaoke. Já. Og er það einmitt tengist að karaoke hérna í Háskólana. Það er úrslitakvöld, annað kvöld í hvað heitir þetta? Stúdendakjallarann. Já, Stúdendakjallarann. Við vorum þar fyrir 2 vikum. Já, og það er að gera að koma þangað, að kíkja á okkur á morgun og sjá úrslitin. Og svo eru bara fasti liðir eins og venjulega, þið þekkið þetta. Það er miðvikudagur sem þýðir að það verður stuð á okkur. Og við ætlum að krydda þetta allt auðvitað í. Já. Með gæðamúsík. Og hvernig? Þetta er ekki lagi á leiðinni heim núna. Mér er alveg saman að þetta var spilað áðan eitthvað. Ég er ekki búinn að tjekka því. Maður á að skoða býtu hvað er langt síðan að lagi var spilað áður maður setur það á. Við getum ekki staðið því. Nei, það er glampandi sól, fólk er að keyra. Þá veit maður bara að heyra þetta. Þetta er besta lagi þetta. Hann heitir Justin Timberlake og lagi heitir Mirrors. Þetta er sumarsmellur, það er ekki flóknara. Justin Timberlake með Mirrors. Mér hlakka til að hlusta á restina af plötunni. It's summertime. It's summertime. Já, gott fólk, þeir eru heppin í dag, til hamingju með daginn. Já, til hamingju með daginn bara. Til hamingju með daginn og til hamingju með að vera til og til hamingju að vera vitni af þessu vegna þess að við erum að fara í slúrið og slúðupakki dagsins.
Ég held að hann sé þéttur. Við skulum taka vel á móti Auðunni Blöndal, sérstakur slúðumeistara þáttarins. Gjörðu svo vel, Auðunni Blöndal, gólfið þitt. Takk fyrir það, Pétur, og takk fyrir þessa kynningu. Ég ætla að byrja slúðrið á, vinn okkar allra, Justin ekki Justin Timberlake, heldur Justin Bieber. Nú, það hinn, já. Já, síðri Justinin að mínu mati. Ég byrst afsökunar ef einhverjur beliebers að núti sem að brjálæðir, en öll erum við með mismunandi smekk. Ég fíla Bieberin samt, tek ekki að sensa þetta. En hann var í mjög opinskáð viðtali nú á dögunum við Vogue. Og þar sagði hann orðrétt að hann er 19 ára gamall og hann treystir engum. Hann segir hann eigi mjög fáa vini því hann get ekki treyst fólki. Hann á nokkrar manneskjur sem eru náttúrulega nánar sér, eins og umboðsmaður hans og mamma hans og eitthvað. Sem hann treystir. En hann segir hér í þessu viðtali að síminn hjá hann ringir eiginlega aldrei því hann á enga vini. Það er enginn að senda honum fyndin SMS eða neitt. Besti vinur hans þessa dagana er einhver lítill api sem er núna í einhverja sótthreinsun í Þýskalandi. Er hann með síma sá? Það er eitthvað að Michael Jackson björlu byrjar að ringja þarna, sko. Já. Vinur minn Jacko, hann hataði nú ekki Bubbles sem var apinn hans. Mér sýnist Justin Bieber bara að vera að stefna í Wacko Jacko eitthvað, sko. Sem er sorglegt. Hvað er hann orðið gamall, þessi? Hann er 19 ára. Justin Bieber. Hann er 19 ára gamall. Hann varð svona frægur fyrir einhverju 5-6 ára síðan? Já, hann var barnastjarna eins og Jackson. Var orðinn gríðarlega vinsæll 13 ára gamall eða eitthvað. 12-13 ára. En ég vona hans ég ekki á leiðinni í eitthvað rugl strákurinn því að ég fíla hann alveg. Já. Mér finnst hann allt í lagi. Sko, ef við ættum að vera með heilræði til Justin Bieber. Ef hann að hlusta, kottu nú með það, Pétur. Nú ertu 41 ás og hefur nú lifað tíman að tvenna. Já. Leitaðu inn á við. Ok. Justin Bieber. Ok. Leitaðu inn á við. Findu sjálfa þig. Horfstu í augu við sjálfa þig. Taktu pókan og þú verður að takast á í djöflana inn í þér, Bieber. You gotta Já, við ætlum að fara hérna í næsta I'm looking for the words, Mr. Bieber. You gotta take the demons and, fight them. Fight the demons. This is Peter Johan talking to you. Peter J. Peter J. That's what people call me here in Iceland. And if you're in Iceland and you're listening to these messages, I'm telling you, look inside yourself. Find yourself and look yourself in the eyes. And be happy. And be happy about it. Ok, gott mál. Næsta slúður hér. Næsta slúður, það er að John Travolta. Við erum fjallað nokkru um það hér í þessum þætti. Það hlýtur nú að vera eitthvað gott að frétta á hon. Já, það er sko allt slúður sem hefur verið John Travolta síðasta ár. Tengist allt eitthvað hans í að nutta. Þetta er eitthvað gall með nutta, ekki bara bakið og axlindar á sér. Það mest að þvæla sig heilt. Alveg rétt, þú varst ekki sammálaðs en hann er nú samt búinn að borga 6 einstaklingum ágætis fúlgu fyrir að kæra sig ekki og fara í mál við hann. Það þýðir ekki til að fá þetta mál og sög. Gæi, það er að John Travolta er eitthvað káa einhver kallbar, bara ekki inn í myndin. Hvað þarf maður að gera? Ég skal borga þessu liði. Það þýðir ekkert heldilega sér segur. Nei, það sem svo ekki. Nei, en það er hérna... Það er einfallega það, hann vil bara losna við þetta, skjaftaði maður. En það eru samt ansið margir að núti farin að trúa þessu því að þessi 6 einstaklingar hafa vitni. 4 af þeim voru vist með eitthvað vitni og sá sem að var vist með svona áræðanlegasta vitni, það er eitthvað 59 ára gamall kallmaður hérna sem átti að fá alveg 13 milljónir íslenskar króna. Nei, hann fekk 13 milljónir fyrir að fara ekki með þetta fyrir dóm. Og hann borgaði sem sagt 6 einstaklingum fyrir að vera ekki að kæra sig fyrir kynferðislega áreitni eða láta sjá. Meiri þvæla. Ég hef aldrei heyrt annars. Það er nú stundum bara... Síðan varst þú svona rosalega John Travolta maður. Hann er bara minn maður. Þetta er bara... Þú veit ekki sem að nextlar á svipin. Nei, þetta er bara eins og að ásaka föðumann sem eitthvað svona... Já, þú ert ekki að kaupa þetta. Nei. En hvað, væri John Travolta eitthvað verið maður þó að vera samkynniður? Nei, í rauninni ekki. En þetta er sko... Þetta er eitthvað annað sem er, ég meina, er það, gengur þetta út á það? Ég meina, er ekki verið að saka mannin eitthvað misjant? Já, sko, hann hefur verið að tala um hann sé samkynniður og hann vil nú ekki meina það, frákurinn. Nei, þetta er bara, sko, ekki það, hann er ekkit verri þó, en þetta er bara bugg. Já, þetta er bara rugl. Þetta er John Travolta. Ég vil bara horfast í augu starrandi, sko. Er það ok, næsta slúður hér? Já, ég ætla að enda slúðrið á að það verður gerð 4. serían af Game of Thrones. Já! Ánægilegt fyrir mig og marga núti. Hörðu, 4. Þetta er 3. sem var að byrja núna. 3. sem var að byrja núna, ég hlakka til að sjá hana. Ég á eftir að horfa hana. En ertu hérna, sástu fyrsta þáttinn? Nei, ég á hann inni, ég ætla að horfa hann í vikuna á votinu.
Já, mér finnst gott að eiga svona inni því ég hef ekkert að gera kannski eitt kvöldi. 15. kvöldi getur þú kosið? Nei, þá er reyndar. Akkur mistir á hann? Hvað var kallinn að gera? Kallinn var bara... Mánudagskvöldi, þetta var bara annan í páskum. Hvað var kallinn eitthvað busy? Já, bara í fótbolta. Einhver í heimsókn? Nei, ég var bara í fótbolta. Við ætlum að halda áfram hér með sumarsmelli. Ég fann eitt góðan hérna. Vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai. Á hverjum 50. hjá Ingva Eysteins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Vorútsala hafin í Smáralind. Rýmum fyrir nýjum vor- og sumarvörum. Komdu og gerðu góð kaup. Sjáumst, Smáralind. Nú getur þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac mini og MacBook Pro. Tölvulistinn. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Hamraðu járnið meðan heitt og spilaðu með. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Þú ert að hlusta á FM. Á FM 95 blöð. Á FM 957. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Mikið rétt, það Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Við verðum hér til 6 í dag, félagarnir í miklu stuði. Það er ekki annað hægt á svona fallegu degi. Nei, við erum báðir í fantaskap í dag. Og ég held að þátturinn verðið, skemmtilegur fyrir vikið. Við erum allavega í góðu skapi. Pétur ennþá að hrista af sér þessar sögur af John Travolta. Veistu, þetta bara, mér finnst ekki verðt að ræða þetta. Mér bara ekki verðt að ræða þetta. Og það að finna þegar þú rætti þetta með þess að þeir vorum ekki í loftinu við mig. Þetta væri mest að kjætta þessu og það heist. Þannig að þú ert ekkert að grínast með það. Við tölum ekki meira það. Fyrir þér John Travolta, hann engin berri, það nokkuð ljóst. Nei, bara... Ekki til í dæminu. Þetta bara, ég meina, maðurinn á, skal ég segja þér, svona Boeing 737 þotur. Já, hvað heldur að perrar geti ekki átt þotur, eða? Nei. Jú. Nei, það bara ekki hægt. Það bara passar, það bara ekki... Ég har aldrei séð perra á flottum bíl, eða? Nei. Ok. Já, ég meina, flottu bíll allt annað, skilur. Hann á reynda Boeing, þetta bara farþega þota. Ég veit að hann sem hann bara fer í bara svona við og við, heldur, og hann sé eitthvað perra, þetta bara rugg. Þetta rugg, segir hann, en við vorum að ræða hér áðan við Pétur að hún kemur til okkar og eftir hún Unnur Eggerts og við ætlum að fá hann til að keppa með okkur í karaokeinu. Þetta svolítið nýtt. Og Sveppi, hann keppti nú með okkur í karaoke síðasta þriðjudag. Sælla minninga. Fer gæti glemt því. Það var yndislega. Ég hef ekki séð Sverrir Þór Sverrisson svona pirraðan í eitthvað ár. Nei. Það hljóp í hann, maður. Já, sko, sérstaklega líka pirraður út í mig, af því ég var alltaf að fagna þegar þú fékkst atkvæði. Já. Og var ég alltaf, og hann var bara á endanum, hvað er það? Hvað er þetta að gera? Akkur þetta fagnaði þegar hann var atkvæði? Já, og sagði þú verið heftur og eitthvað. Ég lægi með þeim. Já. En sko það fór, ég var með 5 atkvæði, þú 3 og hann 1. Sem að var sorglega því að mannstu, hann var alveg hrikalega sigurviss. Hann gaf sig allan í það. Bæði fyrir flutningin og eftir flutningin. Sagði fyrir flutning, við getum sleppt í að taka þetta karaoke. Já. Bara sendiði velunin heim til mín. Já, líka mannstu þess að hann var búinn að syngja, þetta er eitthvað lag sem hann tekur alltaf í karaoke. No Preacher Man. Já, horfði ekki eins og á skjáin, hann var bara með lokuð augun að syngja. Herðu, syngja mig hann. Hringdu í hann. Já, ringjum í hann og fáum eitthvað ráð fyrir karaokeið eftir bökum hann aðeins. Segjum hann sem að vera keppi karaoke. Já, því að... Nei, frekar bara að spyrja hvort það sé runnin á hann reyð. Spyrja hann hvað á að gera og hvað á ekki að gera. Svara maður. Sveppi! Svaraði maður. Ég veit þú þetta einhvers þar á rúntinum að hlusta á okkur. Feitilungur. Halló. Sverrir Þór Sverrisson. Blessaði Pétur Jóhann Sigfússon, öll í blöðin á móti mér, við erum í beinni á FM 95 blöð. Hvernig ertu? Ég hef alltaf gaman að heyra ykkur. Erðu bara sömuleiðis maður, takk fyrir síðast ára þriðdæginn. Já, það er langt síðan, fljótt að líða. Já, það var fyrir páska. Og voru við saman innan 3 í þættinum? Alveg rétt maður. Það var nú ekki leiðilegt, það var gaman. Það var yndisleg stund. Fannst þér ekki gaman allan tíman? Jú, mér var svona megnið þessi bara gaman. Já, megnið, ekki alveg allu tíminn, nei. Nei, hvað? Við vorum með að tala um því hérna rétt á, við erum að fara í karaoke. Já,
Manstu þegar við fórum í karaoke á þriðjudaginn fyrir viku? Tókum við karaoke? Við tókum karaoke, já. Já, þú tókst Son of a Preacher Man? Alveg rétt, já, ótrúlega, alveg rétt. Lagið sem þú tekur alltaf þegar þú ferð í karaoke? Karaoke-lagið mitt. Karaoke-lagið þitt og ég man ekki betur en að þú hefði sagt áður en við fórum í það að þetta væri nú bara, við þyrftum í rauninni ekki að keppa sko, þetta er bara að senda veluna fyrir hindi þín. Já, svo var engin velun. Svo var engin velun og þú fórst ekki beint með sigur á hólmi. Nei, og fyrst eitt atkvæði. Já. Meira að segja börnin snýru við þér bækinu. Það hringdi hérna börn sem að þú taldir víst að það hringdi eitt barn og þú varst viss að fá atkvæði hjá því barni, en það gerðist ekki, Sveppi. Hvað, akkur hringdur þú? Bara til að bögga þig maður, ertu búinn að runnin að þér reiðin? Þú varst reiður, þú varst brjálaður út í mig. Ég var aðalega brjálaður út í sjálfa mig. Þú varst alvöru reiður hérna, Sveppi, síðasta þriðjudag. Ég var reiður út í sjálfa mig. Og líka því að ég var að fagna atkvæðum sem að Uddi fekk og varst brjálaður út í. Já, það bara rifjaði upp fyrir mig bara minningar úr strákunum, hvernig þetta var allt. Hvað ég mikill fáviti. Já, hvað það skiptið einhver alltaf máli. Já, það ekki til neitt sem heitir keppniskap að það. Nei, það var gaman, það er alveg saman hver fær stig, það var alltaf klappað og það var bara allt gaman, bara moldin og jólin og páskaða, vei. Jólin, vei. Endur að fá atkvæði. Já. Drullu saman, Við vorum að rifja þetta hérna upp að því að hún Unnur Eggert, hún ætlar að keppa við okkur í karaoke eftir. Það er gaman svona að fá gesta og þú komst sterkur en síðast og við ætlum bara að tekka það ekki betur. Bara út af þessu. Já, við ætlum bara að fá ráð hjá þessu, hvað er best að gera, hvaða lag á maður að taka á? Er gott að taka lag sem maður þekkir? Nei, það er greinlega ekki mjög gott. Nei, hvernig svona, eftir þessa reynslu, hvernig myndur þú nálgast þessa keppni núna? Já, ég myndi byrja á því að sko, ekki að líta á þetta sem karaoke-keppni. Nó? Líta á þetta sem eitthvað annað bara? Þetta er eitthvað allt annað en karaoke-keppni. Þetta er karaoke-keppni fyrir 9 blöðkallið minn. Nei. Ég er langt því. En þú ert náttúrulega búin að vera í söngleikjum og svona, þannig að þú kannt nú alveg að syngja. Já. Síminn hringir hjá mér þegar það vantar fólk sem þarf að syngja. Já. Gaman að heyri í þér, Sverrir. Hvað ertu að gera í sólinni? Það er nú ekki sól hjá mér. Hvað ertu með eitthvað eitt ský sem hangir yfir þér allan daginn, eða? Ertu það þunglindur? Ég kalli þetta blöðskýið. Blöðskýið? Það kemur alltaf þegar blöð hringir. Það kemur ský. Nei, þessi tími maður að sækja 5 leika og svona, sko. Já. Reyndar er alltaf að hlusta á frábæra þætti út af sögu akkurat á þessum tíma á miðvikudögum. Hvað heita þeir? Það veit ég ekkert um. Nei, þessi var helviti góður. Haltu áfram að hlusta, við heyrim í þér. Bye. Á það gott, vinnum minn. Já, sömulegis, elskulegur. Bye. Það virtist nú að vera runnin ánur reiðin. Já, þetta líka var ekki djúpt á þessu, já. Nei, það var líka svona pínu núna þegar við fórum að rifja þetta upp. Það fór pínu töðun hún. Hvað, hringdu þið bara út af þessu? Þetta er allt akt hjá hann. Já, it's all in act. En það er karaoke hér rétt og eftir, en bara eftir örskama stund er það hins vegar splungun í dagskalöður, ekki með sonum. Fáum fyrst Kristján Aguilera og Pitbull. Pétur Jóhann Sigfússon í ljósið þess að það er miðvikudagur og Auðun Blöndal hérna beint á móti mér eða einhver staður við hliðina á mér. Sætlitu, semulegis, hvernig, já, er ekki bara gaman að þessu? Já, bara sömur í kallinum. Það er sömur í kallinum? Já. Við erum að fyrir glæni á dagskáliðina. Já. En samt spínu... Þið Dotti fóruð í þetta á sínum tíma, ekki? Dotti litli fórum í þetta á sínum tíma og hann er mjög einfaldur. Já. Þetta er keppni. Þetta er keppni, við höfum nú ekki keppni. Nei, og þú... Ég elska líka, já, ég elska að vinna. Já. Winning is my fuel. Já. Að sigra mitt bensín. Er þitt bensín. Já. Gott mál og að því sögðu að þá er þetta keppni sem að gengur út á það einfallega að við hringjum út í bæ og sá sem við þurfum að keppa í því hver er fljótar að láta leggja á sig. Ok, eina sem ég þarf að spyrja það með þetta, Pétur. Já. Því að mér líst alveg ágætlega að keppni. Það er einregla í þessu. En það er svo létt að láta skella á sig. Nei, er Jú, það? já. Það er endar... Máttu vera bara með eitthvað helberan dónaskap eða? Er það ekki svolítið the easy way out? Nei, jú, og það er auðveld leið út úr dæminu, sko. Þú þarft, sko, núna þarft þú að kafa svolítið inn á við. Þú sem grínisti. Já. Og þú þarft að passa þig að fara ekki yfir línuna í þessu. Já, ekkert eitthvað að fara beint í eitthvað, já. Ekki bara eitthvað, heyrðu, nú er raskatavesen og, jú, raskat er endar alltaf fyndið. Rassin, já, ok, ég skil samt hvað það fara. En allt hitt, manstu. Já, þetta þannig til að vera útasvæn. Ekki einhver sori. Nei, ok. Þannig að... Ekkert eitthvað að maður sé með félagann úti að leika sér eða eitthvað. Nei, ok, þannig að það eru 2 reglur í þessu. Ok, hver er það þær? Fyrsta regla er svo að þú verður að segja já, góðan daginn. Já, ég þarf að byrja á jágóðan daginn. Já, og svo máttu fara bara í bara það að reyna að láta leggja á þig. Já, með öllum tilteknum ráðum. Það á ekki að vera vesen, fjandinn hafi það.
Og hinn reglan svo að hún mátti ekkert vera eins og við vorum að tala ekkert eitthvað yfirmáta ógeðslugur. Nei, ok. Og ég byrja. Hérna sé ég vanta smiði, múrara eða játbindingamenn. Það er gemsanúmer hérna. Þetta er einhver grjótharður. Prófum þetta. Það mætti nú ekki vera lengi að skella á mig. Ég held að þetta sé svo létt, sko. Það er eina sem ég er að spara. Sorry. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Varu til að koma í sleik við einn ungan Gautaling? Hvað segir þú? Varu til að koma í sleik við einn ungan Gautaling? Nei, vilja. Einn léttan sleik við félagarnir. Man klæði sig eitthvað skemmtilegt og svo förum við bara í sleik. Já, elska hvernig hún hlæðir. Hvað segir þú? Hvar hefur að hittast? Það er hvað í gangi? Gott í sleik hérna. Hvað segir þú? Gott í sleik hérna. Hvað segir þú? Ertu til í það? Hvað segir þú? Ertu til í það? Nei, ekki til. Ertu til í að múra á mér raskætti? Nei, ég segi svona maður kallinni í stuði. Hver það? Bjössi heiti ég. Hvað segir þú? Bara að leita eitthvað góðan sleik. Tók eitt góðan skemmtistaðsleik helgina og maður bara til í eitt góðan svona sömmersleik núna. Svolítið. Þakka fyrir að ringja. Gangið vel hérna. Ég vona að finna eitthvað betri kandidat í þetta. Sleiktu mig. Hvað fyrir? Sleik, gott í sleik. Jæja, þetta var miklu lengur en ég hélt maður. Þetta var ansið langt. Ég reyndar verða að viðurkenna hér pínlegu mistök í upphæð. Hvað? Ég gleymdi að kveika skeifklukkunni. Ok, já, við fundum alveg. Þetta voru alveg góða 40 sekúndur eða eitthvað. Er það ekki? Ég held að það myndi strax Já, ég minna hann sko... Þetta var ekki dónaskapur þannig séð. Nei, jú, ég hendi hans hérna múra. Þetta var engin dónaskapur. Hér komið skeifklukka núna. Ok. Hvert á ég að hringja fyrir þig? Þú byrjar að telja frá góðan daginn. Já, ég veit það. Hvert á ég að hringja? Já. Bara alveg sama með. Ok, ætlaði að hringja einhvern banka fyrir þig. Banka? Já, ætlaði að hringja Landsbankan. Fyrst að þið alveg sama. Þú vissum það? Hvað, var þið ekki alveg sama á hann? Jú. Ráðgjafar okkar aðstoða þig með ánægju eins. Landsbankan Valdís, getur þér það? Góðan daginn. Góðan daginn. Getur þú baulað fyrir mig? Nei. Nú, það er skrítið, ertu ekki belja? Já, þetta er rosalega sagt. Nú er maður með niðurgangin í það. Eða veist að ég nennu ekki að tala við allar og svona. Allt í niðurgangi, sullandi niðurgangur út allt. Það var miklu betri svo. Nei. Henni sárnaði sko. Já, ég veit það. Það er ljótt að kalla konu belju. Já, fyrirgefum maður. Við gerum annað. Það er eitt í viðbótamann. Ok. Já, hérna sittum maður á þessum drottins dýrðar miðvikudegi og já, á stundum sem þessum að þá hlýtum maður svona að horfa á það. Það er engið hérna bara á fasteignarsölu. Mikla Borg Margrét. Já, skýtti þið og skellt á. Hvað segir þið? Skýtti þið og skellt á. Heyrðu ekki hvað ég segi? Ég er sko ennþá að reyna að ná sambandi við það. Hæ? Það er hérna símatími á hælu núna eða hvað er það sé? Skýtti þið og skellt á. Skellt á. Viltu ekki bara biðast afsökunar á þessu? Já, ég biðast afsökunar. Hörru, nei, þetta bara, við fyrir ekki þennan lið aftur. Akkur ekki? Því þetta var skelfilegt. Það var ekkert smá óþægilegt og daburt maður. Ég má prófa einu sinni. Já, mér leið bara að ég var að tala bara eins og mamma verið að taka mig í gegn hana maður. Ég má prófa einu sinni á þess að vera með eitthvað dónaskap. Já, ég ætlaði að gera það núna, svo fór ég beint í dónaskapin. Já. Óþólandi maður. Ég er með smá hérna, ég er með tvist á það. Ok. Það verður að auglýsa hérna eftir störf, ég er að hringja í Gemsa, þetta er út á N1. Já, heyrðu. Hringdu bara í hérna, já, bara aðra svona fasteignasölu. Hvað er það? Já, góðan daginn. Trausti fasteignarsala, góðan dag? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það er þessi. Já. Hvað, böla lengi eða? Já, gaman að vera svona bauli í eyrunum með að maður skrifa tölvupósta. Góðan daginn. Það hættir. Þetta er bara óþægilegt.
Þetta var minnið þitt. Nei, þetta var sko ykkur 40 sekúndur. Við að byrja að líða illa hérna. Þetta var dagskrárliðurinn láttu skell á þig og... Einu sinni? Nei, við tökum að freka bara í næstu viku. Þá ætla ég ekki að vera með neitt dónaskap. Ég sé eftir báðum sýntölum mínum og ef það einhver sem að tengist þessum stúlkum sem ég hringdi og byrst ég innilega afsökunar og það meina ég frá hjartan. Já, ég gerir það líka, sömuleiðis. Ég fyrst innilega afsökunar. Já, en frábært ég var þetta síðast. Ég var samt með beljuþema í báðum sýntölum. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 40% afsláttur af bílaþvotti hjá Splars, 25% afslátt í skemmtigarðin Smáralind, alla sunnudaga og 10% afslátt hjá 1011. Kynntu þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snilld. Háskólagáttin splunkunýtt aðfaranám við Háskólann á Bifröst sem heitir aðgangað háskólanámi. Engin skólagjöld. Háskólagátt.bifröst.is. Eigum yfir 100 gerðir af fartölvum og spjaltölvum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer. Komdu á Suðurlandsbrautina og skoðaðu það nýjasta og flottasta á lægra verði. Tölvulisting. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirleitt, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blu. Lekur af þessu kynþokkin sem vel viðeigandi. Það eru 2 kynþokkafullir með ykkur hér. Miðvikudagur, Pétur Jóhann Sigfússon sem þetta talar. Á móti fyrir situr einn af kynþokkafyllstu mönnum landsins. Og jafnvel þó víðar væri leitað. Kynþokkafyllsti maður í Evrópu myndi ég segja. Blöndal Kristjánsson. Finnið kynþokkan maður. Ég finn fyrir honum. Það er þetta að skera kynþokkan. Bæði hérna í stúdíónu og í þessu lagi. Finnið það. Gaman að þessu. Já, ég vildi ekki að þið staldra lengur við kynþokkan. Við ætlum að vinda okkur í sturla staðreyndir. Það ekki Jóti? Hvað? Það eru sturla staðreyndir og já, þetta er lagið Ain't Got Nobody með CCA. Skemmtilegt, gott lag hér á ferð. Já, hvað er þetta? CCA? Er þetta? Þetta er íslenskt. Þetta er íslenskt átak? Íslenskt átak, já. Mjög skilja gott lag. Það voru þetta að spila á páskagliðin held ég. Fórstu? Nei, ég fór ekki. Þetta eru stelpur, bara? Já, það held ég. Já. Já, en það Þú veist ekkert um það? Nei, það komið að stjórnum staðröndum eins og það er eina sem ég veit. Já. Það veit ég ekki mikið. Mikið hef ég hlakkað til. Er það ekki? Ég ætla að koma með betur fyrir þetta. Já, kottuðu fyrir. Kottuðu fyrir einhverja kynþokkafylla ætla að standa maður, ég verð að standa. Það var að standa? Já. Ok, viltu að ég standi? Nei, þú mátt bara vera alveg eins og vilt maður. Ok, mér líður betur svona, menn ég er að lesa. Ok, gott maður. Ok, þá byrjum við. Það er trúarhópur í Kína með 10.000 manns í sem trúir að Jesú Kristur lifi nú í líkama kínverskrar konu sem er þeirra átrúnaðarmál. Sem sagt, það er risastór svona köld hópur þarna í Kína sem að bara trúir á eina konu sem er þarna í hópnum og trúa því að Jesú Kristur lifi í gegnum hana. Já. Og þetta var ekki það miklu athygli að þetta komið í stjórnlega staðarindir. Já, þetta er alveg á heima þar. Já, þetta er nú þægilegt fyrir konuna sem að fólk hérna lítur upp til sem Jesú Krist bara, það eru allt gert fyrir hana. Já, og í ljósi þess sko að, ég meina, nú er mikið til að miðlum. Já. Og ég meina, greiðlega mikið fjöldi fólk sem að fer til miðla til að heyra af svona látnum ættingum og vinnum. Akkurat. Og þeir koma ósjaldan og taka sér bólfestu í einhverjum miðlum og eru að spjalla í gegnum þá. Já. Þannig að maður getur ímyndast þér að Jesús Kristur almáttugur hljóti nú að gera slíkt í sama. Koma skilabóðin til okkar í gegnum eitthvað fólk og þá er þessi kona ekkert verið einhver annar maður. Með fullri virðingu fyrir þessari kínversku konu og þá er ég ekki að kaupa þetta í eina sekundu að Jesú Kristur sé að tala í gegnum hana. Ok. Því miður. Ég kaupi það. Já, okkur fer það að geta í Kína. Ég meina, þú veist, svo getur vel verið að hann geti talað í gegnum Þórhall miðil líka, sko. Ef ég vil komast í samband, þá fer ég bara og... En hann getur hann ekki komið inn í þig bara? Mig? Ég er ekki miðil. Nei, ég meina að þessi konu er ekkert miðil. Er hún ekki miðil? Nei. Er hún bara einhver gaur? Nei, bara einhver gæla bara. Já, bara endurfædd sem Jesú. Já, ok. Það er öðruvísi. Já.
Þá er þetta fáviti. Þessi manneski að það bara að loka hann inni, sko. Hún er við röglega eintak. Bara eins og liðið sem að kæra John Travolta? Já, hún er í sama flokki. Okay. Þannig að við vindum okkur í næstu. Já, minningin af einhver, já, þetta fannst mér skemmtilegt og á vel við þegar maður fer að hugsa þetta, þá er svolítið til í þessu. Okay. Minningin af einhverju æðuslegu mómenti í lífiðinu er alltaf betri en mómenti sjálft. Svolítið til í þessu. Minningin er alltaf betri, já. Já. Þegar eitthvað gerist, jú, það er kannski hrikalega gaman. En svo, ég hef átt margar æðislegar minningar, moment með þér. Já. Það er alltaf einhvern veginn svona fallegri í minningunni og þetta er ekki samanlega. Svo oftast líka þegar maður ætlar að reyna að endurlifa þetta. Já, ég er svolítið í því. Já. Ég vil alltaf gera alltaf. Orðið það. Þú vilt alltaf ná að upplifa aftur eitthvað skemmtilegt. Já, gera þetta aftur. Og það verður aldrei jafn skemmtilegt og fyrst. Það er alveg rétt. Þannig að Guðan bara hættu að reyna að endurlifa einhverja minningar með mér allavega. Já, ég skal hætta þeim. Næsta, þessi var góð, þessi var nokkuð góð. Já, það er svolítið til í þessu. Samkynnið hefur, já, ok, það var svolítið erfitt að lesa þessa fannst mér á ensku. Nei, hérna á íslensku, þannig ég er ekki læg á til að lesa eina bara hérna á ensku og svo bara tölum við eins hana. Jú, ég elskar að tala ensku. Ok, sko, já, homosexual behavior has been witnessed in over 1,500 species. But homophobia has only been found in one. Þannig að svona samkynnið sést já svona 1,500 tegundum af dýrum og fólki bara. Hún er byrð til víða. Já, en það er bara homofóbía hjá fólki. Þannig að það segir okkur það að ég veit til dæmis fyrir víst samkvæmt Sturlu staðreyndum og þá eru gírafar og önnur dýr samkynnið. Já. Og tvíkinni. Engin fóbía í gangi svo. Nei, það er engin einhver gírafi, það er ekkert verið að dissa einhvern gírafá þó hann sé með einhvern öðrum kallkynst gírafa, sko. Allir til að þeir á því bara. Já, bara allir vinnir. Menn bara fá sér að smoke in a pancake og það er bara ekkert að þessum. Já, við ættum svona, þeir taki til sig sem eiga. Já, nákvæmlega. Og svo er það hér. Þú staðar þetta á ferðinu þið? Já, takk. Það eru góður í dag. Við erum að læra. Það er djúsi. Já. Marihuana var bannað 1937 eftir að karlmaður vitnaði að eiturlyfið fengi hvítar konur til að vilja sofa hjá svörtum mönnum. Það hefur ekki verið leyft síðan. Hvar? Bara alls staðar. Bara í Bandaríkjunum. Já, það er bannað. Já. Alveg, ég má glemma því. Nei, marihuana er ekki bannað hvað í Amsterdam og Jamaica, ég held sér löglegt það líka. Já. Það eru menn svona afslappaði með þetta. Já. Það er sérst ástæðan fyrir þetta var bannað. Já. Þannig að þetta fekk á sínum tíma hvítakonu til að leggjast með... Já, það var bara einhver maður sem að vitnaði það að eiturlyfið fengi hvítakonu til þess að vilja sofa hjá svörtum mönnum. Þannig að það var bara bannað í Bandaríkjunum. Stór hættulegt stöf. Já, alveg svona rosalega. Já. Það eru breyttið tímar. Sturlu staðreynd og við förum í næstu. Já, svo er hérna. Kærustu pör sem að kúra mikið eru 8 sinnum líklegir til að vera hamingjusamari en þau sem gera það ekki. Nú spyr ég, nú ert þú í hamingjusamri sambandi, ertu mikill kúrari, Pétur? Já. Já, þú ert nú svo svona bánsi. Opbóðslegu cuddly man. Já, ég með þess að sko, ég hef engan áhuga að sofa hjá þér en ég verði til að kúra með þér. Já, ekki? Jú, er það rangt? Tveir kallmenn að kúra saman sem eru bara vinnir? Nei, þetta er bara, nei. Er það alltaf lægið það? Nei, minna, ef við komum til lapp inn á mann, þá myndi mann að finnast það mjög skrið og mann myndi vera svona, við erum bara félagar hérna, sko. Ég var bara eitthvað haldum mann, þetta er ekki ég hefur ekki séð stóru bánsana sem hún getur unnið í tígulíðin. Já. Þegar hún er að henda svona niður fullt af dósum. Já. Mér finnst þess að ég sé bara einn af þeim. Já, ég er samanlega þeim. Stóru svona live, bara sem eru jafn stóru og mannesk. Þú ert bara stór bánsinn í hjartslátt. Rísa stór bánsinn með hjartslátt og get talað og er andfúll. Er það andfúll? Þá er þið ekki kúra hefur. Nei, ég myndi bara busta tennu fyrir þið, mann. Já, takk fyrir það. Það er ekki að greina fyrir þessu. Það var næsta sturlaða staðrind hér. Já, ég veit ekki hvað þetta er. Mér finnst einhvern veginn, ég er alltaf með eitthvað svona kossa sturlaða staðrindir að þú ert hjá mér. Já. Þú ert oft eitthvað svona kissa hérna fyrir rama með eitthvað. Já, og hættu því. En 69% kvenna geta ekki átt kærasta sem er lélegur. 69% kvenna? Já, geta ekki átt kærasta sem er lélegur að kissa. Sturlu staðrind. Já, sturlu staðrind. Þetta er svona, þetta er könnum. Þetta er bara staðrind. Já. Getur þú átt kærustu sem er lélega að kissa? Færum þetta yfir á karlmenn? Nei. Það er alveg vonlust. Nei, það er svolítið stór partur af þessu. Já. Og geta kist konuna sín og notið þess. Já. Og ég get alveg bara votta það eins og ég stend hér. Ég er svakalega góður í að kissa. Já. Ég ætla bara að taka það á orðinu. Nei, ég er að fíblast þig. En þú? Nú, ertu lélegur eða? Nei, ég fanta góður. En þú? Ég held ég sé bara á pari. Hvernig gerir það? Þú kannt að gera luftgítar. Hvað segir þau? Þú kannt að gera svona luftgítar. Það þykja að spila gítar? Já. Kannt að gera luftkoss.
Já, bara shit, hvað þetta vond Það bara vond að horfa að gera þetta Það þetta að sjá þetta á Pop TV í kvöld En, ok, bara, svo sem að lélugur að gera hvað hann að gera ránt? Hann að fara með tungun of langt í Hann róðmikill í ferð Já, hann með hann að grjót harla, sko Já, og reyna bara eins og að ná einhverjum innublum Já, í rauninni Akkurat, það eru 3 ár eftir Fólk sem getur ekki fyrirgefið getur ekki orðið hamingjusamt Sturlu staðarind Og þetta líka bara staðarind Þetta staðarind Fólk sem getur ekki fyrirgefið Þetta líka fallegt Ég langrækin, ég viðurkenna það og hef alltaf verið og það ókostur En þú fyrirgefur á endan Já, ég get opnað mig hérna við hlustendar Ég mjög langrækin En hef nú alltaf fyrirgefið þetta Já Þau tekið sem tíma með ýmislegt en Veitu, hvernig var staðarind? Fólk sem fyrirgefur Fólk sem getur ekki fyrirgefið getur ekki orðið hamingjusamt Getur ekki orðið hamingjusamt Já En svo náttúrulega misjant, þú veist, það náttúrulega léttir að fyrirgefa sumt en annað, skilur við. En það eru 2 staðinir eftir, en munið þetta núti, þeir sem eru að hlusta, að það eru að gera fyrirgefa. Það ætla ekki að vera hamingjusöm, svo er 20% þeirra sem hafa fengið sér tattoo sjá eftir. 20%? Já, það er nú ekki að átala svo sem. Nei, hún er ekki Sleppið það ekki? Jú, svo kemur örugglega tímabilið sem hún sérði eftir því og svo ertu... Svo er það sama. Já, svo verður... Þú ert ekki með tattoo? Ég er ekki með tattoo, nei. Nei, það var enda mjög fyndið að sjá þig með tattoo. Já, ég var að hugsa að reyna að komast í gegnum lífið á þess að fá með tattoo, sko. Já, þá sleppa því bara. Já, ég með, júst... Að segja allir að þú byrjar á sig, þá verður þetta eitthvað fíkn, þannig að það er fínt að ég sleppi því bara, ég er auðvitað með þær. Hérna, svo er það síðasta. Það er hollara að busta tennurnar fyrir morgumat en eftir hann. Þetta fannst mér mjög skrítið, því ég byrja alltaf að borða morgumat, svo tannbustaði mig fyrir vinnuna. Á maður að busta fyrst? Já, út að busta fyrst og svo að borða. Þannig að, já, ég treysti Sturlunum staðarindum, og ég ætla bara að gera það strax á morgun. Já, batnandi mönnum er best að lifa. Best að lifa? Nei, best að lifa. Þið voruð að hlusta hér á Sturlaða staðarindur í FM 95 Blöð. Við skulum hlusta á gæðamúsík. Alltaf hægt að byrja upp á nýtt. Háskólagátt við Háskólann á Bifröst er frábær kostur fyrir þroskað fólk sem vantar bara stúdentsprófið. Háskólagátt.bifröst.is Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Vorútsala er hafin í Smáralind. Rýmum fyrir nýjum vor- og sumarvörum. Komdu og gerðu góð kaup. Sjáumst, Smáralind. Boli kynnir, landsleikur í uppistandi frá Kanada, Íslandi og Noregi. Já, meiri segja Noregi. Framkoma Craig Campbell, Jónas Bergland og Ari Eldjárn. 5. apríl í Þjóðleikhúskjallaranum og 7. apríl í Hofi. Miðasala á miði.is. Boli, léttöl. FM 95 Blöð á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Það er hárið til að hlusta hér á FM 95 Blöð. Styttist í karaoke-keppni. Við erum að bíða hér eftir Unni Eggers sem eru gestasöngvari í keppninni núna. Mér finnst þetta svolítið skemmtileg hugmynd að vera með gestasöngvara í karaoke-inu hjá okkur. Já, það geti verið komið til að vera. Já, það er bara vonandi að hún verði betri í skapinu en Sverrir Þór Sverrisson eftir að hann tapaði sér inn í stúdíónu fyrir viku síðan. Já, við töluðum reyndar við hann í síman á það. Já, hann var nú búinn að gleyma þessu. Já, hún búinn að steingleyma þessu. Þetta yðurlega allavega ekki fyrir honum páskarna sem er gott. Það hefur ekki verið djúpt á því, en páskarnir. Já. 1. apríl. Bara á mándaginn. Já. Ég rættum hann mikið í gær. Þið rættu hann? Já, en það er samt alltaf að spyrja, lést eitthvað hlaupa eða? Þetta er svo mikið klúður, ég mista á honum. Nú hvað, svart yfir þið bara? Já, svaf að með það. Nei, ég bara fattaði ekki að það væri fyrsti. Hann hitti einhvern veginn þannig að þetta var annar í páskum. Já, plataði þig enginn heldur? Plataði mig enginn og ég plataði engan og það var eitthvað bölvað klúður. En þú, náður að plata einhvern? Nei, ég var minniðið líka, sko. Varstu, já, þannig að þú klúðraðir þessu. Hæ? Þú varst ekkert að plata neitt? Nei, ég er ekki nóg að vera að gera það bara í vinnunni alla daga. Já, jú, í rauninni, sko. En hvernig voru páskarnir? Afslappaðir og... Æðislegir. Já, ég bara hafði það virkilega gott. Farið norður og Akureyri á snjóbretti? Nei, ég var bara einn í bænum. Bara í bústað? Þetta voru ekki blauti páskarjöflu en það var mikið í éti. Mikið í éti? Já, mikið bara. Páskaegg og...
Á 2 páskaegg, pantaði mér 3 svona pítsu. Já. Á 2 hambúrgar allavega. 2 hambúrgara yfir alla páskana? Já, 3 pítsur og 2 páskaegg. Og hvernig tókstu svo, og svo ferði í ræktina eftir þegar það var bara annan í páskum. Já. Það var bara frí, og átti eiginlega bara verið frí páskana. Þá stendur Gilsenegger yfir þér? Nei, hann stendur ekkert yfir mér. Er hann ekki alltaf yfir þér einhvern veginn á meðan? Ég sé það alltaf fyrir mig. Nei. Er þú verið í ræktinu? Já, það var, við vorum alltaf og hlýrabóli yfir þér. Við vorum alltaf, við æfum bara saman á föstudögum þegar það var með mér í þættunum. Því hann alltaf lifta sem sagt frá 4 til 6. Þannig að hann ekkert að æfa það mikið með mér núna. Nei, þannig að þá þú ætlar að handtaka þig í gegn. Þú vorst eitthvað að tala um það. Já, en sko eins og áður við komum fram að þá bara tvinnast okkar tímar ekki saman. Nei, en kannski græði það einn daginn. Er þetta ekki líka orðið á seint fyrir mig? Að ætla að fara, þú veist, ég er á einn rúmlega yfir 40 ára gamall, skilur við. Aldrei á seint að koma sér í form. Jú, er það ekki? Er þetta ekki svolítið bara, þú veist, er þetta ekki allt ónýtt? Jú, það er hárrétt. Er þetta ekki bara komið vöðvarýrnun og... Já, ég myndi bara sleppa þessu. Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Þátturinn heitir FM 95 Blö, útvarpsstöðin heitir FM 957 og dagskrárliðurinn sem við erum að fara í heitir Vonda Atið. Það er rétt hjá Auðun Blöndal og sem ég sitt hér, Pétur Jóhann Sigfússon. Þá er ég með hugmynd í Vonda Atið. Þú varst komið með hugmynd, þetta er alveg ótrúlegt. Ég veit að það er miðvikudagur, ég veit að við erum að vera í Vonda Atið, en ég var aðeins og seinna að hugsa mitt, en ég fann eitt hérna í Fréttablaðinu sem að mitt ég er samt skítrættuð mitt. Ég er ekkert með eitthvað frábæra hugmynd. Það er bara þannig Auðun Blöndal í Vonda Atinu og þá má þetta vera vond. Já, það er eiginlega, við erum búin það er að góða við þetta. Þannig erum við búin að afsaka þessu öll. Það er að kalla dagskrárliðið Vonda Atið. Ég ætla að fara í, ég ætla að fara í samlokuat í dag. Double penetration? Nei, double comedy. Já, hljóma strax betur. Já, ég ætla að vera með svona orðagrín tvist á þessu. Ok. Og líka með grín rödd. Nú, það verður alltaf að gerast hjá þér. Já, ég ætla að vera með grín rödd. Ok. Eitthvað svona grín rödd. Á ég að byrja? Hvað er þetta vond, sko? Hvað mennur? Grín röddin. Er það vond? Nei, menna ég... Á þá ekki heima hér? Já, ég treysti þér. Þetta er Vonda Atið, menn. Það er Happdrætti Háskólan sem ég ætla að ringi. Já, og ég get ekki beðið. Þetta, mér líður illa áður en ég ringi. Nei. Já, en... Það er engin ástæða til þau. Sjáum til. Þetta er bara lélega Atið, skilju. Já. Það er engin pressa. Trúðu mér, það verður ekki pressa. Það er bara að vera léleg. Happdrætti Háskólan. Já, góðan daginn. Daginn. Herðu, er ekki eitthvað dráttur framöndan? Það er 10. Já. Hvar getur maður hent sér í svoleiðis? Hvar getur maður? Hvar verður það haldið allt saman? Það er bara hérna í Tjarnargötu 4. Í? Tjarnargötu 4. Ok, nice. Mikið að liði? Já. Fíla það. Já. Hvað, mikið að, er þetta ekki alltaf bara sirka jafn mikið að kvenfólki og karlfólki? Konum og karlfólki? Sem eru hérna að vinna? Sem að mæta í dráttinn? Jú. Já. Ok, fíla það. Í hverju þetta spekulera? Já, bara eitthvað grætaði kallinum. Þannig að það er, hvað sagði, 10? Það er 10, já. Ok, og veistu, hvenær er mæting? Það var að draga hér klukkan 20 minnir yfir 6, eða 6. Já, hendiði lyklum í skálar og dragið, það er nú sniðugt. Hvað maður að taka það með sér? Nei. Þetta verður stemming, maður? Já. Ok, frábært. Þannig að maður tekur bara góðaskapið og hendir... Og alltaf með sér. Hæ? Og alltaf með sér, já. Já, og ég taka eitthvað meira með? Nei. Ekki neitt, þú bara... Ekki dót eða verjur eða eitthvað? Nei. Hlustar á okkur hérna. Þið eru með það allt. Það eru það æðislegt. Þetta verður stemming, ég laga til. Ok, bæ. Já, það var hafið það. Þetta var lélegt símatir á verðinni í FM 95 Blö. Þetta var mjög gott. Þetta var ekki gott. Nei, þetta var snilt, maður. Ringja í Happdrætti Háskólans og spyrja hvernig næsti dráttur er. Já, það var 10. Andans maður, ég vilja vera með þetta maður. Hvert var ringið á þér? Össur, stóttækja. Já, stóttækja fyrirtæki. Við höfum aldrei ringt ángað? Ekki þú, nei. Nei? Ég ringi nú reglulega ángað. Össur, maður sjá. Össur, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Eru þið að selja hérna stóttæki? Já. Já, mér vantar nýja bringu. Andabringu. Jaha, við erum ekki með andabringu. Þú erum ekki með það. Hvað eru þið með? Við skulum gefa þið samband við stóttækisjónustuna. Já, það.
Blessuð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Ég var ætlaði að fá þetta stóðtæki. Já, stóðtæki þjónusta, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætlaði að tóa með verð á svona stóðtæki og þeir eru með, það til sölu? Stóðtækjum? Já. Já, með alls konar svoleiðis til sölu. Hvað kostar hjá í titlingu? Já, meina svoleiðis, já. Þá ertu að hringja vilsnúmer. Er ekki með það? Nei, erum ekki með svoleiðis hér. En bringu? Bara að segja þetta gott. Takk fyrir, blessuð. Já, ekki. Þetta er það allra versta. Ok, ég veit að dagskólinn heitir vonda atriði, Pétur. Þetta var það versta, maður. Nei, mínum að ég ákvað hendinn hana, gerfi lim. Já, þetta var alveg skemmtilegt. Þetta var vonda atrið hér í FM 95 Blöð og það stóð undir væntingum. Ánægður með þetta? Ég var bringan og Bringan var góð. En gerfilimurinn ekki? Já, þú hafður orðað að geða þig vantaði gerfilim. Hæ? Þú voru að ákveður fórst ekki í það, þið vantaði gerfilim. Já, sagði ég það ekki, sagði ég bara til. Þú ert svo vitlaus, maður. Segðu þetta verra. Já, gerfilimur er fyndið. Já. Þú mást bara beita mér þetta titling. Já, ég myndi ekki orðið yfir. Nei, akkurat, þetta var vondatið. Tilfinningar hana. Hún er líka í myndbandinu, hún í baði og virkar voða sorry. Já, það er reyndar, ég hef ekki séð myndbandið. Nei, það er hún voða leið í baði. Sem er skrítið því að ég er eiginlega aldrei leiður í baði, mér er svo gaman í baði. Já, bóðslega næst að fara í bað. Já. Og hverjum manni nöðsynlegt að vera hreinn og fín? Það er ekki verra að þrífa sig. Já, það er líka bara partur af kynþokkanum að vera hreinn og fín. Já, hluta að segja. Það kom tenging, sko. Það kom tenging, því að ég fæ alltaf sendt svona á FM-preppinu, ég hef nú minnst á áður hér í þættinum að þá er verið að senda svona kannanir og fullt af eitthvað svona rugli. Og hér var verið að fara sem sagt listi yfir hvað karlmönnum finnst kynþokkafullt í fari kvenna. Já. Og ég ætla hann bara að byrja að spyrja þig, Pétur, svona áður en ég myndi fara inn að lista. Ég ætla hann ekki að lesa allt á listanum, þetta er alltaf voða basic. Hvað er það sem að Pétri Jóhannes Sigfúsinni, hvað finnst honum kynþokkafullt í fari kvenna? Það er svo margt, elsku, vinur minn. Já, reyndar, það er alveg rétt. Fari kvenna, það er spurningin. Já, nema, sé eitthvað sem er æsað þig. Já, ég minna að þú ert kynþokkafullur. Ég er að stríða. Heyrðu, sko, ég fari kvenna, þú veist, það er eins og ég segi, það er margt. Mér finnst það er svo típist að segja svona sjálfsöryggi og þetta er alltaf á sem lista. Húmor og allt það. Þetta er alltaf annað, sko. En það sem að mér finnst húmor er enda mikilvægur. Já, en þú veist það er mjög típist það er mjög típist samt að segja það. Það þarf að vera góður húmor. Já, það er mikið ladri og það þarf að vera líka mikið sjálfsöryggi og hérna svona vita hvað hún vill og eitthvað svona. Heyrðu, sko, mér finnst mjög kynþokkafullt að sjá konu taka hraustlega til mata síns. Ok, bara borða krafti. Já, bara þú veist að borða bara djúsi borgara, frönskur og kóktelsósu og svona. Já, er ekkert að spá í það hvað hún er neglu honi sig. Nei. Mér finnst það cool. Nei, þetta er góða punktur í þér. Og samanskapið mjög svona fráhrindandi er að vilja helst ekki borða neitt. Nei. Skilur. Það tekið bara vel á því. Þannig að bara heyrðu, ég geti fengið auka sósu hér og eitthvað svona. Hvað er majónis? Það vantar majónis á þetta og eitthvað svona. Mér finnst það kynþokkafullt. Já. Og líka, og að samanskapið, þú veist, ef hún væri kannski með djúsi borgara á svona, og auka majónes, og auka bernes, svona sem hún kannski að dýma borgara nú. Hvað ertu allast við þarna? Ertu chubby chaser eða? Já, byrju, nei, þú veist, það þarf ekkert endilega að haldast í hendur, sko, Nei, ég veit það. Konur sem að taka hraustlega til mata síns, og það séu eitthvað chubby, sko. Nei, ég er alveg sammála því, en það er ekkert oss sem þú bara heitir hvernmann sem er með, sko, auka majónes, auka bernes og eitthvað, er svo í topp standi. Ok. En, kláraði. Heyrðu, og svo kannski 2 lítra bjór. Nei, 2 lítra, nei, svona hálflíters, fyrirgeðu, svona hélaðan, skilur. Taka hann með, skilur. Já. Það finnst mér það. Ég er endur alveg sammálað þarna, það er miklu meira sexy að sjá konu með burger og franskar heldur en með eitthvað salat að vera að pikka einhverjar ólífur, sko. Já, og eitthvað svona, eitthvað hvítvínsglasi, eitthvað svona. Bara bjór og burger, það kveikir í Pétri. Já, bjór og burger. Mér finnst það kynþokki. Já, ég er sammálað því. Ég er ánægð með þetta svar. Já, þetta var ekki hérna á þessu lista, þannig að... Nei, mig grunaði það nefnilega, sko. Ég er sko... Og að heyra, og annað líka, að heyra fallega konu tala um bíla eins og hún viti, sko. Já, ég er nú ekkert þar, mér er alveg sama, kona mín bara að heyra konu segja, hvað er tvöfaldur holliblandungur í þessum eða? Þá myndi ég halda að vera lesbísk.
Af hverju? Af því að ég, sko, veist, þetta eru fordómar, ég tek þetta tilbaka, það var ekki nefnilega lesbísk, en það eitthvað svo, ég veit það ekki, mér finnst það eitthvað skrýt. Nei, ég að meina, þú veist, ég að tala bara venjulega konu, sem segir bara, þetta vafáta í þessum með? Já, hvað hann mörg fest? Það kveikir í þér. Já, ámar, ég myndi bara, þetta vafáta, hvað mennur? Hvernig veist þú? Það er að því að þú ert svona mikill bílakall, það er munun á okkur, það er svona komið með þetta lélega komment, því að ég veit ekkert bíla, þannig að mér myndi finnast mjög skrítið eða eitthvað kona sem ég væri með, fara að segja, hvað er þetta, hvað fátta með tvöföldum blöndunga? Við værim að borða borgara og hún að tífunum hún í Bernes með hálslítið spjór að tala einhverja tvöfölda hólíblöndunga og bara, ég opnaði bara á honum pústið maður, það er miklu betra samtíð honum þá. Hann myndi æsa kallinn maður. Já, fengi auka majónis á þetta og eitthvað svona, þá er ég alveg bara, ég myndi liggja kynnið flattur. Er Sigrún í þessu? Er hún með auka majónis og auka Bennis að tala bíla? Já, svolítið. Ok. Þá vitið það, hún mætt inn í stúdíó til okkar, hún Unnur Eggerts, hún ætlar að keppa með okkur í karaoke hér eftir örskamast. Já, það eru nýja reglur. Við glemdum að segja það. Glemdum að segja það. Það er ekki drugg, það er að fara dett inn, fáum örstuðar auðlýsingar fyrst. Við erum ekki búin að velja lag sem þú ætti að taka. Nei, þú mátt reynda að velja lag sjálf. Ok. Við glemdum að segja að við erum að fara í karaoke með henni. Það hefði verið fínt að headshot. Já, þú fær núna auðlýsingarnar. FM 957 og Hringtorg í samstarfi við Túborg og Doritos kynna Karaoke-keppni í Háskólana. Úrslitakvöldi fer fram næstkomandi 50. í Stúdentakjallaranum. Kynnar kvöldsins eru Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Það verður gríðarleg stemming þegar helstu háskóla landsins etja kappi í karaoke-keppni Háskólana. Aðalvelun kvöldsins eru hvorki meira en minna en flug fyrir 3 til Svíþjóðar ásamt miðum á undan keppni Eurovision. Alla nánar upplýsingar er að finna á fm957.is og á Facebook síðu Hringtorgs. Það er Hringtorg sem færið er karaoke-keppni Háskólana í samstarfi við Túborg og Doritos. Á hringtorg.is farðu Hringtorgs-appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláa kortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 25% afsláttur af pítsum á matseli hjá Rizzo, 20% afsláttur af patarhreinsun hjá efnalauginni Björg í Mjódd og 12% afsláttur hjá Ó-Sushi. Kynntu þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. Ein stærsta leikjavörudeild landsins í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuðu allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Coke Zero. Ekta kókbragð. Engin sykur. Bragðað á möguleikunum. Boli kynnir landsleikur í uppistandi frá Kanada, Íslandi og Noregi. Framkoma Craig Campbell, Jónas Bergland og Ari Eldjárn. 5. apríl í Þjóðleikhúskallaranum og 7. apríl í Hofi. Miðasala á miði.is. Boli léttöl. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Hér í FM 95 Blö og við erum konið með góðan gest við Pétur, hún heitir Unnur og Eggertsdóttir, verður velkomin. Takk fyrir kærlega. Hvað segir Sola Styrða? Þetta verður aldrei því að maður. Þetta verður aldrei. Þú ert nú ennþá að leika hana, ekki? Jú, ég er það. Ok, sorry. Sko, ég er búin að vera að horfa á Latabæ. Þú ert ekkert í því? Nei, ég er ekkert í þáttunum. Nei, þú Sola Styrða þetta heima? Já, svona bara live performance, bara hérna og svona í Norðurlöndum. En farið ekkert að fara í þættina? Sko, gerðan sem er í þáttunum, hún er 8 ára og nær mér á myndi. Já, ég var einmitt bara að byrja að ætla að hafa verið mjög ungarna þegar þetta var. Þetta er bara henni manneskja. En finnst þér þá ekkert eitthvað þegar þú horfir á þættina og svona og sér það er einhver 8 ára stelpa og þú ert að leika hann í partíum, finnst þér ekkert eitthvað svona, hvaða... Hún er það skýttir. Þú varst eitt eitthvað. Ég svo við líka fengið bara, Sola, þú ert greinlega ótrúlega duglega að fara í íþróttuna, við út að stækka svo mikið sem ég sáði í sjónvarpinu. Ég bara, já, borða eplin. Borða íþróttanammi maður. Börnin fylgjast með, sko. Þau eru með þetta á sko kristaltæri. Það fer ekkert fram hjá þeim. Þau eru að spyrja allt. En við erum að koma þér í smá bobba hérna, því að við glemdum að segja þér að þetta er nýtt hjá okkur Pétri, það er að fá gesta söngvara inn í karaoke-keppninu okkar. Við erum búin að vera með hann svo lengi núna, við erum að krydda hann aðeins upp. Sveppi keppti síðast, hann labbaði hérna út kolbrjálaður. Hann brjálaður. En vonandi verður þú ekki að breið.
Nei, sko, þetta... Ég vönið að tapa í svona keppnum. Nei, ég meina þú, sko... Eurovision. Engin biturleiki þessu. Nei, það var engin... Ég vönið að tapa í svona keppnum, víst. Það er ekki fyrsta skipti í dag. Nei, sem ég myndi að tapa í símumkostningu. Já, þetta í rauninni allt saman svona smá tenging, sko, því að við erum bæði, ég og Öttur kynnar á morgun í karaoke-keppni Háskólana, sem framfyrir í stúdentakjallarunum og þú ert dómari og við í rauninni líka. Já, einmitt. Vorum hérna á undanúrslitakvöldinu fyrir 2 vikum. Já, og hvetjum alla til að kíkja á morgun á úrslitakvöldi. Það verður stemming. Það var hrikaleg stemning en það síðast. Það var hrikaleg stemning og áfram komust, það voru 10 mann sem komast áfram. Já. Viljum við að syngja morgun eða ekki? Sko, við tveir, jú, taka lagið. Og kannski eftir. Ég veit fæk post í morgun einhvern veginn. Langar þið ekki líka að taka lagið? Ef hún stendur sér vel hérna í karaoke-keppnin okkar. Veit ekki með það. Þetta er opaslega frelsandi að fara í svona karaoke. Já. Ég er jafnvel að spája á morgun að gera hérna það sem þegar ég varð með til skammar einu sinni í karaoke-keppni Stjörnunar sem er gömul útastöð. Já. Það er eitt versta augnablik ævi minnar. Ég hef nú held ég sagt frá því áður hvort það var hér í 70 mínútum eða eitthvað. Það mætti ég einu sinni að keppa í karaoke og ferð fyrir 2 hvert sem með Icelandair í velun. Ég mætti sem Jackson. Og því ég get dansað svona eins og hann, en ég hef aldrei prófað að syngja eins og hann. Og það var ömuleg lífsreynsla því að ég byrjaði að henda svona glimmeri og moonwalk og eitthvað og það var geðveik stemming í salnum og sumir stóð upp og svona og búin að mynda þvíleika stemmingu. Svo náttúrulega byrjaði að syngja alveg búinn á því og það var viðbjóður. Ég ætla að prófa það aftur á morgun. Hann er í betra formi núna. Nei, ég hef aldrei eftir að geta sungið eins og hann. Þetta er bara They told him don't you ever come around. Þetta er ekki hægt sko. En við reynum það á morgun en ræðum hins vegar karaoke-keppnina sem er að fara að eiga sér stað hér og nú. Ertu búin að velja lagunur þó að þeim setti svona on the spot? Já, ég sko mér finnst rosa vandræðilt að mæta hennar til ykkar eitthvað svona söngkona og keppa. Mér fyllir virðingu fyrir ykkar sönghæfileikum. Þeir eru sko snillingar í þessu. Já, þið finnst vont að vera eitthvað svona læri söngkona og... Nei, ég meina Sveppi hefur sungið í söngleikjum. Já. Og hann fekk 1 atkvæði síðast, brjálaður. Já, og ef við ættum að taka okkur 3 þá var hann langt bestu söngarinn. Já, og hann fær símtölinn. Já, þá snýst þetta að vera svona ósla fyndin sem ég er ekki alveg búin að mastera. Nei, þetta er bara spurningum að velja lag. Ok, ef ég verið þú, veldu eitthvað lag sem að gaur syngur. Ok. Og þá er það strax orðið eitthvað öðru í þessi. I'm too sexy for my shirt. Eitthvað svona bara. Þetta er komið, tegur það. Það er svona easy bara. Já. Too sexy, it hurts. Og við bara tökum sömu röð á síðast ekki. Ég byrjaði svo Pétur og svo Unnur. Jú. Ekki stemmingin. Ertu búin að velja lag? Búin að velja lag. Ég var að spája til líka þessu henni Sölku vinkonu minni og taka lagið okkar sem er Forever með Chris Brown. Ok, hann er gaur. Heyrðu þetta í gang. Forever. Ég vil svona taka fram að ég hata hann mann og ég vil ekki, þú veist, ég er mjög mikið móti að segja að spila tónlistina hans en hérna... Skeita á sig hann Chris. En þetta var fyrir það. Já, ok. Skulum gefa honum það. Setna lagi hér. Hvort vil þið byrja að enda? Þú mátt ráða því út gestur. Já, ekki að enda þetta, það finnur það hér. Já, og endar þetta. Það sem ég ætla að gera, Pétur, ég hef nefnt naðraði mér í dag að því ég vann páska karaokeið á M&M og tók ég Lose Yourself. Fyrir viku síðan? Já. Cirka? Og að því að það gekk vel, það taka annar lag með M&M. Nei. Hvað, þetta grínar? Nei. Það er kjaftaði maður. Nei, þetta er ekki sama lagi. Eina reglan í okkur er þú mátt ekki taka aftur sama lagi. Já, þú ert svo góður í að rappa maður. Nei, þetta er óþólandi. Ég var nefnilega ekki það góður í síðast, en það einhvern veginn virkaði, þannig ég ætla að taka sénsuna því aftur. Leðilegum maður. Kannski fæ ég andlitið, ég veit það ekki. Þetta er ég svo lélegur að syngja maður. Hvað ætlar að taka? Ég ætla að taka lagið Spacebound. Það er nú aðeins sungið í því líka, eitthvað? Heldur betur. Það er rándýrt. Þetta er rándýrt lag. Má prófa þetta hérna og... Rauti, bara gangið þér rosa vel í þessu. Takk aðeins fyrir það. Gangið ykkur vel líka. Já, takk fyrir. Við byrjum á Spacebound með M&M. Smá rapp. Kósveitur. Kósveitur? Þú setur alltaf sko barið aðeins hærra. Nei, þetta er það. Nú byrjar sleikjurskapinu þér og hættu því. Já, sko, alltaf. Já, hann er alltaf svo peppar. Ég var aldrei eitt svona gott lag. Já, alltaf bara. Þeir meirist að því ég er búin að drulla á mig í karaoke og kemur alltaf, wow, þetta var stemming, maður. Þvílíkur keppnismæður Pétur Jóhann. Já, hann er reyndar, hann má eiga það, hann er svo góður vinnur. Þú ert búin að æfa þetta. Já. Þetta er það... Þú hefur nú einhvern tíma sungið þetta. Þetta er það rapplag sem ég hlusta oftast á æfinni, ég viðurkenni það er eina sem ég viðurkenni. Ég var ekki búin að æfa þetta, við völdum þetta aðan Pétur, þú varst nærmast. Þetta er nú bara eins og, sko, þegar maður horfur á Idolið og það kemur fyrsti keppandinn og hann gerir rosa vel
og þá hann búinn að set the bar for the night. Þetta ekki, ég ætla ekki að taka þetta lag. Nei, þú ætlar að taka hérna. Ég ætla að taka annar lag. Pétur að fara að taka reyndar rosalegt lag. Nei, þetta ekki rosaleg. Ég ætla að taka Titanium. David Guetta. Grjótart. Já. Tilbúin? Já. Er David Guetta okkar Íslandinga tilbúin? David Guetta okkar Íslandinga tilbúin. Þetta var rosalegt, Pétur. Ég var löngu búinn að skýta í mig. Þetta var bara æðislegt hjá þér. Þetta var bara alveg helvítis öskur. Nei. En svo er þetta verið að drepa kött hérna. Nei, þetta var glæsilegt. Hætti að berja sjálf það niður, þetta var frábært hjá þér. Þetta var stemningu með því. Já. Það stemmar í þessu. En þá er það Unnur og hún ætlar að taka Forever með Chris Brown. Nei, það er Anna. Ert þú tilbúin? Já, ætli það ekki. Án eitthvað stressu með þetta? Já. Það verður. Ok. Hvernig á að syngja? Svona maður sem sagt þegar þú heldur tóntegund og kannt að syngja lag. Loksins fengur hlustendur að... Nei, þú jarðaðar okkur, það er svona gerðir. Þetta er bara, við getum bara sleppa því að opna síma. Þið ekki að grínast? Þið erum með M&M on the side. M&M on the side. Þetta var, þarna heyrðu þið hvernig á að syngja gott fólk. Við ætlum að opna hér fyrir Síman FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn, Uddi. Þú varst mjög líkur M&M því mér fannst þessu lagi var alltaf svona rólegt en þú varst bara mjög flott að syngja lagið með Chris Brown því það er einn dans sem er að læra í skólanum og það var bara mjög flott söngdunur og Pétur, þú varst rosalega fyndið þegar þú söngdi með Síu og David Guetta og Uddi ég verði eiginlega bara að gefa þér atkvæðis bara. Það ég atkvæði? Já, takk. Það er glæsilegt. Þú varst rosalega líkur M&M. Takk kærlega fyrir það, vinnur, og takk fyrir að ringja. Já, sömuleiðis. Takk fyrir rósið. Það fyrir allir rós. Þú veist stíð. Hanna var alvöru símtal á ferð. Alvöru símtal á ferð. Tala vel alla. FM, góðan daginn. Ég ætla að segja Uddi. Hanna. Það er bara M&M er orðið nýja leynitrykki með þessu lög. Herðu, heldur betur. Ég er að setja það bara ný í regla. Það er bara bannað fyrir þig að taka M&M. Þetta er ekki búið. Af hverju þú ekki M&M næst, Pétur? Ég væri til í þessu það. En takk kærlega fyrir að ringja. Ekki máli. Takk fyrir. Það er 2-0-0 við opnum hér. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði í dag? Halló. Það skelltist á. FM, góðan daginn. Já. Góðan daginn. Hvað segirðu? Ég segi drullufín bara. Það ekki, hvað verður að gera? Drullufín. Ég er á leiðinni til Spanjó, maður. Ertu að fara til Spánar? Já, ég er að fara til Benidorm, kallar. Ekki segja það, veistlega er það maður. Ég er sjálfur bara. Ertu að leiðin út á flugvöll? Nú, allt út, hvað er eitthvað að símagerunni? Það hlýtur að vera eitthvað aðeins. Þetta var leiðilegt en góða skemmtun á Beni, maður. Herru, FM, góðan daginn. Pétur, ég elska þig. Hvað segir þau? Pétur, ég elska þig. Þannig að Pétur fær þitt atkvæði. Ég elska þig líka, maður. Takk fyrir það. Ég elska þig, þú er bestur. Það er bara að þakka þig fyrir það, en fæ ég atkvæðið? Já, ég hafa atkvæðið. Það er ekki atkvæðið, maður. Já, love you. Ég elska þig, Túlú. Love you. Það er bara rástæðjöfningar. Það er samt að, takk fyrir maður. Ég elska þig líka. Takk, bye. Takk, já, henni var drullu saman með það. Bara, já, takk, bye. Bara Pítur, ég elska þig, maður. Það er 2-1-0 og við fáum næsta hlustanda. Hver fær þitt atkvæði? Herru, Unnur, hún var ógstaflott. Já. Yes! Innlifunin á Pétri var rosaleg. Já. Ég verð ekki að Pétur aðkvæðið mitt, sko. Ok, þannig Unnur var frábær, Pétur um innlifun. Ekkert minnst af mig. Mér þú ræðileg, þetta er bara, sorry. Ekkert má. Ok, þannig að ég fæ atkvæði. Áfram, Pétur! Já, segguði! Áfram! Ég vil byrja gjóði! Það er rosa, Unnur samt. Þú varst langt best að syngja þetta. Já, langt best. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Ef að sko, Sveppi söng best síðast. Já, er orðið hættilegt að syngja best hérna? FM, góðan daginn. Halló. FM, góðan daginn. Halló. Góðan daginn. Þetta var bara einhver með víti. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði í dag? Ég held að þið bara Pétur. Pétur með Titanium. Þú er það gæður þetta. Hakkaði fyrir það. En ég meina, þetta var samt einhver djöfisins væl við hliðin á Unni, sko. Nei, þetta var svo góð innlifun, maður. Já, varstu hann eldröður hérna, Pétur? Já, það var frábært þér. Já, heyrðu það, takk fyrir atkvæði. Takk fyrir að ringja. Ekki maður. Ok, Unnur. Takk fyrir. Fáum við hér FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði í dag?
Klárlega Unnur. Klárlega Unnur. Hún að koma, hún kemst inn í þetta, sko. 3, 2, 1 núna. Heldur betur, maður. Þessi líka bara orðin hálf pillruð. Já. Klárlega Unnur. Já. Heyrðu, ég þarf að hringja það inn. Nóum að þarf að hlusta á eitthvað 2 svínin hérna okkur meinasta miðvikudegi. Loksins kom alveg söngur. Já. Ég fíl ekki hvað þeir að rakka eitthvað mikið niður. Já, þetta við erum ekki fagmenn í þessu. En takk fyrir að hringja. Já, ekki máli. Ok, bye. Það 3-2-1. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Það Unnur sem fær atkvæði hjá okkur. Það Unnur. Hún er komin inn í þetta var. Þetta var vel gert hjá henni. Takk hérlega fyrir. Er þetta nokkuð eitthvað vinkona mín bara að syngja inn? Nei, við erum hérna tvær mækur. Er það Rósa? Já, það eru bara... Ein 9 ára hérna sem var alveg hörð á þessu. Leist ekkert á blikuna. Nei, takk hérlega fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Ok, það 3-2-2. Það er allt að gerast. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Það Unnur, klálega. Það Unnur. Hún söng bara best. Já, það reyndar hárrétt hjá þér. Hún söng best. Já, við getum ekki neitað því. Hún byrjaði rólega en hún er komin hérna í 3 atkvæði. Og búin að jafna mig. Já, lifið mig. Þú er komin yfir. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir atkvæði. Ok, bye. Unnur, varst að senda eitthvað SMS á fjölskylduna? Allt í hennu hrannaðist þetta inn. Það gæti ekki það. Það komið svo neyðar ástand hjá vinkonum mínum að ringja inn. Svolítið langt síðan að þú férst eitthvað atkvæði. FM, góðan daginn. Já, það er Peter Johansson. Það er Peter Joe. Allir eru mínu menn, sko. Þetta eru bræður mínir. Maður heyrir þeirra á rúndinu bara Peter. Þarna, ég er djöðlir ánægður. Þetta var vel gert. Takk fyrir að ringja, strákar. Það er 4-3-2 og við fáum næsta FM. Já. Á daginn. Herðu, þú ert umlega að syngja. Ég var ekki að syngja, ég var að rappa. Rappa? M&M er heldur ekki góður að syngja. En hvað Unnur er þetta? Unnur Eggerts. Unnur Eggerts, hún tók þátt í Eurovision, maður. Eurovision var í... Já. Hún var sko hárspreitt frá því að vera sendt út. Herðu, en það er Pétur Jón. Það var þetta búið. Peter Johan. Fóð með Sigur á Hólmi hér, takk fyrir að ringja. Það kemur ekki Ég sagði það líka á hann, Pétur, þetta var hrikalega vel gert hér. Við tökum hérna gamla góða. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Halló? Á daginn. Hæ, hver hefði fengið þitt atkvæði? Á daginn. Unnur. Já. Hanna, við tók bara vittlösa línu. FM, hver hefði fengið þitt atkvæði? Það er rússneskir jeppin, hann séð Pétur. Pétur hefði fengið hann. Herði, ég byrjaði að komast í 2-0-0, var þvílitt kokki og það er bara ekkert gest síðan mér. Herðu, Unnur. Er M&M ekki svo mikið leinivapn eftir allt saman? Nei, ég er hættuð með hann. Fólk hefur bara hugsað, hvað heldur hann að sé? Þú verður að færa yfir í 50. Alltaf. Já, bara ég kom eitthvað, M&M er á leinivapnum mitt. Ég fekk ekki atkvæði eftir það. Nei. En Unnur Sannur heiður að fá þig hérna í stúdíóið. Hún lendir í öðru sæti hér í karaoke-keppnin okkar. Bara takk fyrir fyrirvaran með karaoke-keppnina. Þetta var reyndar, það má nú fylgja sögunni að það var engin fyrirvari. Hún fekk að vita bara þegar hún steigði inn og hún var að fara að taka þátt í þessu. Já, það var erfitt að keppa í Pétur með Titanium. Þetta var hrikalega vel gert þér. Við áttum aldrei sjens, veit ég. Nei, ég veit að ég reyndar. Það er orðið pínu happ að taka þetta. Manstu að ég tók þetta? Já, þú tókst þetta einu sinni. Það var fáránlega vel gert. Maður þarf að fara að skoða fleiri Guetta-lög. Já. Unnur, takk aðeins fyrir komuna. London was completely destroyed. FM 957 kynir stórmyndina G.I. Joe Retaliation 3D. We only have 24 hours to stop the next attack. Einn flottasta spennumynd ársins með Bruce Willis, Dwayne Johnson og Channing Tatum. Let's get to work. FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. 4. apríl. G.I. Joe's, let's get to work. Fylgstu með á FM 957 og þú getur unni miðan. G.I. Joe Retaliation 3D. Frumsýnd 5. apríl land allt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið.
Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Rauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Það er rétt, það er Rauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö og við þökkum henni Unni aftur kjallaði fyrir komuna. Skemmtileg stelpa þar og fer, já. Gott mál, gaman að þessu. Og til hamingju með sigurinn, Pétur. Já, það var vel gert þér, ég verð að gefa þér það. Sigur er bensín mitt. Já, þú... Eða mitt eldsneyti. Já, en þú byrjar samt að segja... Eða eins og segir í kvæðinu góða, winning is in my fuel! Já, hvenær byrjar að segja það? Að winning... Það hefur alltaf verið mín lína, sko. Nei. Ég hef alltaf sagt það, sko. Nei, það hefur ekki gert. Nei. Þú heyrðir þetta eitthvað stærðið ekki? Jú. Ég trú öllum á John Travolta. Herru, nei, við skulum bara byrja á byrjunni. Ég skal bara hætta með þetta winning is my fuel. Ég er að stríða þér, þetta máttu segja það. Það er ekki svo ég eigi þetta, ég heyrði þetta ekki þar. Já, en þá bara John Travolta verður þá að líka milli hluta. John Travolta er saklaus. Herru, þetta er búið að vera yndislegt að vera hérna með þér í dag. Já, það er alltaf gaman að fá þig og það er líka eins og við erum búin að ræða hér, gott viður úti, 11 stiga hiti og bara vor í lofti, neða sumar í lofti meira. Já. Rikki G mættir hérna og stuttarmaból og það er bara hann að flagga hér, hann er sko í vaffhálsmáli líka. Eða Weenek. Já, Weenek og hann er fyrir honum einstaklega við. Hann er flassað hér tattoo á hægri og 7 bringuhárum á bringu. Já, og tattoo á vinstri líka. Hann er sérðan, allir flúraður, vaffhálsmál. Greinleita drottin almáttugur var í góðu skapi þegar hann bjóði Rikka G til. Það er alveg að reyna línur. Og við hittum Rikka G þar sem hann líður vel að fleita kettlingar við ægisvíðuna. Já. Rikki, tölum með þessum tilfinningar. Nei. Ég veit ekki hvað með það tilfinningar. Nei, hvað er það með tilfinningar? Nú ætlar hann að koma. Gargilægi með þið. Nú kemur hann, nú er hann alveg. Gargilægi með þið. Gargilægi með hann. Takk vel á maður Rikka, hann er að fara að sjá ykkur til 9 í kvöld, eða ekki? Jú, það passar. Það passar. Það er meistaradeildar uppbytun og... Já. Alltaf gerast. Dagur að kvöldi komin. Já, minnum á meistaradeildinni í kvöld, það er svo svekkjandi þegar maður heyrir Real Madrid Galatasaray. Ég væri á leiðinni núna, bara beint upp yfir, fá mér einn kaldan og bara horfa á Manchester United Galatasaray, hefur ekki drull á þessi. Já. Þetta er sorglegt en svona er þetta. Það kemur meistaradeild eftir þess. Það er hárrétt þér, þannig að hljóma svo mamma mín. En takk kærlega fyrir hlustununa í dag, kæru hlustendur. Við erum mætt hér á morgun við Hjörvar Hafliðason og það er að koma til okkar einhverjir rosalegir stand-up grínistar frá bæði Ástralíu og Noregi held ég. Já, og Ari Eldjárn. Já, þannig að endilega tjekki á því. Svo eru 2 harðir á föstudaginn. Hafið það gott í kvöld, Pétur. Hafið það sem allra best. Alltaf gaman að vera með þér. Við ætlum að enda á læginu á leiðinni heim og við vorum alveg sammála um þetta, Pétur. Alveg gjörsamlega. Nei, það ekki? Jú. Þetta er... Unnur valdi þetta eiginlega. Já, Unnur. Við vorum sammála því. Við vorum eiginlega bara 3 sammála, eins fallega og það ljómar og það er Fyri og Justin. Something special. Unforgettable. 50 Cent. Þetta er rosalegt. Hey og Technology, heinast á morgun. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 40% afsláttur af bílaþvotti hjá Splass, 25% afslátt í skemmtigarði Smáralind, alla sunnudaga og 10% afslátt hjá 1011. Kynntu þér þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Boli kynnir landsleikur í uppistandi frá Kanada, Íslandi og Noregi. Já, meiri segja Noregi. Framkoma Craig Campbell, Jónas Bergland og Ari Eldjárn. 5. apríl í Þjóðleikhúskjallarunum og 7. apríl í Hofi. Miðasala á miði.is. Boli, léttöl. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirleitt, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1.